Atvinnupúlsinn í Skagafirði gerður í samstarfi við Fisk Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitarfélagi Skagafjörð. Komiði sæl og verið velkomin í Atvinnupúlsinn þar sem kastljósinu sérstaklega beint að atvinnumálum í Skagafirði. Þetta 7. þátturinn og við byrjum á því að kynna okkur starfsemi sjávarútvegsfyrirtækisins Fisk Seafood. Fisk Seafood á Sauðárkróki eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Heildarveltan á ári nemur 9 til 10 milljörðum króna en 300 manns vinna hjá fyrirtækinu og launakostnaður 3 milljarðar. Þorskvinnsla í landi áberandi og kvótinn blandaður, alls 27.000 tonn. Skipaflotinn telur 8 skip, þar af ferskfiskskipin Drangey og Málmey og frystitogaran Arnar. Það hafa skipst á skin og skúrir í rekstrinum rétt eins og í sjávarútveginum almennt. Við lentum í miklum erfiðleikum 88-89. Þá var útgerðinni hér í Skagafirði skipt upp og svo lentum við svona brasi 96, en síðan hafa verið þokkalega ár síðan, getur við sagt. Kvótinn í eigu Skagfirðinga vegna þess að fyrirtæki fór aldrei á markað eins og títt var sjávarútvegsfyrirtæki. Það var þetta mikil átök á tímabili inn í fyrirtækinu, hvort að fyrirtæki ætti að fara á markað eða ekki. Og við vorum margir sem vildum ekki fara á markað, þorðum ekki með að markað. Því að í þá daga var kannski ekki Sauðárkrókur sem svona ekta útgerðarstaður. Heldur ef þetta væri bara markaði þá kannski væru aðrir hagsmunir sem væru hærra, líktuðu hærra. Þannig að við margir hverjir þorðum ekki fara með fyrirtækjamarkað og ég held að það hafi nú verið okkar gæfa að gera það ekki á þeim tíma. Jón segir að auðlindagjaldið komi illa við útgerðir og þau sveitafélög sem þau starfa innan. Þetta lagt á svipaðan hátt á allar auðlindir, en sjávarútvegurinn ennþá eina auðlind sem menn að rukka sérstaklega fyrir. Þetta í sjálfu sér bara skattur eins og þetta útfært í dag og í þessu fyrirtæki getum við áætlað að þetta auðlindagjald sé 550 milljónir á þessu ári. Þannig að stóra tölur og við getum bara sagt að þessar 550 milljónir, ef það sett í fyrirtækinu, þá geti svona nýtt skip eins og við erum með í Hóndalum í dag á 5 ára fresti. Þannig að þetta stórar tölur og gallinn við þetta líka sá að við erum ekki að fá þetta tilbaka út á land. Og þegar eins og framkom hjá okkur áðan að þá launakostnaðurinn stærsti einstaki rekstrarliðurinn hjá okkur og þegar maður fær reikning upp á 550 milljónir á einu ári, þá þarf auðvitað að bregðast við því og auðvitað verður endinn sá að við munum reyna að höggva eitthvað í þennan launalið og þá minnka mér þess að tekjum sveitafélagsins. Ríkið væntanlega fær með þessu auðlindagjaldi hærri í sinn hlut, en ég held að sveitafélögin fái minna, sveitafélögin út á landi og minna í sinn hlut til framtíðar. Það náttúrulega mjög alvarlegt fyrir þessi litlu samfélag eins og við erum í. Hagsmuni Fisk segir Jón vera samofna hagsmunum sveitarfélagsins. Til að ná góðum tökum á rekstri þurfum við að eiga gott starfsfólk, að hafa gott starfsfólk og til að hafa gott starfsfólk þarf sveitarfélagið að vera með fína og góða þjónustu og sinna sínum íbúum vel. Þannig að þetta mjög svona, hangir algjörlega saman. En við erum búin að sameina mikið útgerð hér í Skagafirði algjörlega og síðan var Skagstrendingur boðinn til sölu á sín tíma og ég held að það hafi verið bara happ fyrir þetta svæði að við áttum held í hæsta boði á þeim tíma og síðan höfum við verið síðan 95 á Snæfellsnesi og þar höfum við verið aðeins að auka við okkur. Hægt og ljótt. Fisk Seafood hefur á síðustu árum verið að auka samstarf við þróunarfyrirtæki. Við erum búin að stíga ákveðin skref svona í sjómennskunni. Við komum inn í ofurgælingu, fórum fyrstir í það og erum með það í þessu nýja skipi sem við erum að taka núna. Vorum að stækka hjá okkur hráefnisgælirinn og það má segja að við séum konum með svona vinnsluna inn á króknum inn fyrir dyr
Síðan næsta skref að er að tæknivæða vinnsluna í landi og þar held ég muni gerast mjög margir eða miklir hlutir á næstu 3-5 árum og ég held að það verði mjög spennandi en það má líka segja að það sé líka kannski eina von okkar Íslendinga að halda okkar sérstöðu í sjávarútvegi með aðstæður í dag að reyna að tæknivæða vinnslurnar. Við auðvitað með þessu blessuðu kvótakerfi okkar þá búum við líka við það að við getum við með gagnvart viðskiptavinum erlendis þá erum við afhendingar öryggi og góða tækni og góða vöru. Það getur til framtíðar held ég fleytt okkur yfir þetta ástand sem í dag. Við höldum þessu næst í landvinnslu fisk á Króknum þar sem starfa 100 manns. Með tilkomu ofurkælingatækni í ferskfiskskipum Fisk Seafood hafa gæði hráefnisins sem kemur að landi stóraukist og helst hráefnið nú kaldara í gegnum vinnsluna en áður. Þetta fyrsta skrefið náttúrulega við fáum sent lestakort frá togarunum og við lesum það inn á Innova gæða- og reikjanleikakerfi sem við erum með. Þaðan ráðstöðum við aflanum hingað fram þar sem strákarnir á liftaranum eru með spjaldtölvur og skrá þegar þetta fer inn í vinnsluna. Og þá fá þeir bara, það pörin, þau eru merkt bara eftir dögum, stærð og tegundum. Við erum 3 sem skiptum með okkur húsinu og bara svæðaskiptum og svo leysum við bara hvort annað af ef einhver ekki við og bara þetta bara common sense, við erum á tánum og fylgjast með. Við fáum slægðan fisk inn í húsið og við hausum hann og flöggum. Mest allt hráefnið unnið með roði í léttsaltaðan pækil og sprautusaltað og það fer í gegnum snyrtilínu, það forsnýrt og það fer í sprautuvélarnar og svo í pækil það sem það í 2 sólarhringa og svo í raðinn á lausistir. Og við erum að afkasta allt að 70 tonnum á dag. Þetta mest þorskur? Já, mest þorskur og svo ufsi. Það nú eiginlega eina sem við vinnum hér. Hvað skiptir mestu máli í vinnslunni? Það skiptir eiginlega bara allt máli. Við erum náttúrulega framleiða gæða vöru og við erum að reyna að gera allt sem við getum til þess að hún sé sem best. Jón Örn segir að mestu máli skipti að hafa gott starfsfólk og gæða eftirlit. Við löpum náttúrulega salinn og fylgjumst með og svo erum við með þetta Innova sem skráir niður það sem vigtað, hausa og beinagarða og það sem vigtast frá í flökun. Við erum með 20 stæði á snyrtilínunni og það skráð það sem kemur inn á hvert hólf hjá hverri mannesku og hvað fyrir frá inn í afskurð og þá afgöst og allt það. Svo erum við með gæða eftirlitsstöðvar þar sem við erum með nokkra sem eru að taka pröfur yfir daginn og þær geta tekið pröfur af hverju stæði, þá geta talið gallana, bein, orma og allavega sem á ekki að vera, blóð sem á ekki að vera í flökunum og sent á skilaboð inn á viðkomandi stæði, þannig að það þarf að lagfæra það. Og þetta gæða eftirlit það fer í gegnum alla vinnsluna og bara alveg í pökkun. Þegar litið yfir salinn sést að þarna þrælvant fólk í vinnu sem kann til verka. Hvenær byrjaðir hérna? Það 76, þá bara part úr ári. Og hefur verið hérna stöðugt síðan? Nei, ég hef verið eiga börn á Íslandingum og gott að vinna hérna. Þetta hefur bæði kosti og ókosti. Og hver eru helstu kostirnir? Þetta náttúrulega alveg frábær vinnutími. Við erum frá 7 til rúmlega 3. Getur farið allt. En eru einhverjir ókostir? Mjög lýjandi vinna. Hér hefur alltaf fundist þokkalega laun í þessu þangað til síðasta ári. Þá hefur ekki góð þá. Sjómannaverkfalli. Til að uppfylla kröfur kaupenda þarf allt að ganga upp í vinnslunni og ljóst að þar eitt helsta verkefnið að tæknivæða vinnsluna enn frekar. Mun meiri tæknivæðing til þess að breyta í rauninni störfunum, létta þau,
ekki endilega fækka heldur að fiskvinnslustarfi snúist meira kannski eftirlit heldur en að vinna þetta allt með höndum. Við erum með hérna niður í flexikot frá Marel sem að tekur flög og sker úr þeim beinagarð og brýtir þetta niður í búta eftir hendisemi. Þannig að já, tækninýjung bara, það er bara framtíð. Þetta er ferskfiskskipið Drangey SK sem Fisk Seafood lét smíða fyrir sig í Tyrklandi. Skipið er afar vel búið og íslenskt hugvit er áberandi. Við hönnun skipsins var lögð áhersla á hagkvæmni orkunýtingu. Drangey er 62 metrar að lengd og breiddin er hátt í 14 metrar. Eins og fyrr segir er íslenskt hugvit áberandi. Borð er ofurkælingabúnaður sem gerir notkun ís við geymslu fisks óþarfan, svo dæmi sér tekið. Sú tækni var þróuð á Sauðárkróki í samvinnu við Skagan 3X. Að fá svona stórt og nýtt skip í hendurnar það er ólýsanlegt að fá þetta í hendurnar og vera treyst fyrir svona stóru og fullkomnu skipi. Snorri segir áætlað að hver túr tæki 5 sólarhringa sem gerir störf sjómanna auðveldari á margan hátt. Svo þessi skip muni koma til með að lengja lífstíma sjómanna einhver ár. Bæði aðbúnað og vinnu borð í þessum skipum. Hver er helsti munurinn? Það er stærðin og náttúrulega munurinn sem að þetta náttúrulega hreyfist ekki mikið. Miðað við til dæmis eins og maður sagt, við erum að koma af minna skipi sem hreyfist dálítið mikið. Sem að náttúrulega fasta því að vera 3 sinnum minna heldur en þessi. Hvað er það sem gerir þetta svona gott sjóskip? Það er náttúrulega svo margt þannig að það er það er náttúrulega peran og eða eins og við kallaði þessi bunga þarna fram á hana sem að menn hafa nú velt mikið fyrir sér. Gerir það verkum að þetta er náttúrulega miklu betri sjóhafni og svo er náttúrulega þannig búnaður í þessu skipi sem að við erum náttúrulega með veltitanga og við erum með tanga til þess að keyra til ef að hallar meira í þess áttin heldur en hina þá getum við alltaf dælt á milli og rétta af og þá erum við bara með þetta svona, þá fer það bara mjög vel með okkur. Þetta er svo stórt og mikið, það er það sem að gerir þetta Og þetta kostaði sitt? Já, þetta kostaði sitt og ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað það kostaði en þetta er náttúrulega, og svo náttúrulega búnaðari sem er að koma í þetta. Þetta er náttúrulega þannig búnaðar að við stefnum á hann náttúrulega að koma með 100% hráefni. En höldum þessu næst niður í vélarúm skipsins, vélstjórar skipsins eru 2, en hverjar eru helstu væntingar yfir vélstjórans til þessa nýja glæsilega skips? Ég gerir ráð fyrir að fyrsti túrin verði stuttur og ég gerir ráð fyrir að hann verði svona ýmislegt sem kemur upp á. Það er bara eins og við erum á búast að borða í nýju skipi og við erum náttúrulega búin að sigla skipinu í 15 sólarhringa frá Tyrklandi og 1,5 til Akranes og svo 1,5 aftur tilbaka og þannig við vitum svona nokkuð meira hverju göngum það en svo er aftur á móti þetta sem við erum að fara að prófa. Við erum ekki búin að prófa sem sagt vindukerfið, togspil og annað og ekkert í sambandi við veiðarfæri og ekkert í sambandi við vinnslu þannig að ég reikna með að fyrsti túrin verði stuttur og svona kannski það má reikna með að koma eitthvað smá eða upp á eitthvað svona lítilræði og jafnvel eitthvað pínu meiri en það, maður veit ekki. En ertu spenntur fyrir þessu skipi? Já, það er svona, ég finn það núna svona þegar maður sér að það er svona farið að líða að þessu, þá er ég orðinn spenntur fyrir því að fara að prófa og náttúrulega sérstaklega bara komast á veiða og fara að móta skipið, það er það sem við viljum allir sem að ég veit að þeir hjá fyrirtækinu, þeir bíða eftir því eðlilega, það þarf að fara að nota þetta og við gerum það líka, við viljum endilega fara að prófa og ég er orðinn spenntur fyrir því, já. Og næst skulum við heilsa upp á fyrsta stýrimann. Það er flott á þess að það getur orðið, þannig að það er tráttulega bara, það er eiginlega engin orð til að lýsa því. Að koma þetta á Klaknum sem er náttúrulega 40 ára gamalt skip og á nýtt, mikið stærra, öllum nýjasta tæknibúnaði sem völ er á, bara frábært. Hvað verður með margum borð? Það er 15 manns um borð. Og Andri stýrimaður ber fullt traust til Snorra skipstjóra. Það er gott að róa með honum og taka sín fyrstu skref, þessi stýrimaður.
held ég sé ekki hægt að vera með betri manni en Snorra í því, sko. Það er mikið traust og hann er náttúrulega búinn að vera í þessu síðan hann var barn eiginlega með pappa sínum og þekkir þetta alveg út og inn. Þannig þú ert í góðum höndum? Já, mjög góðum höndum. Hvað þarftu að koma með mikið að landi til þess að útgerðin verði ánægð? Já, nú verða þeir eiginlega að svara því að það byggist náttúrulega bara í hvað þeir vilja að fá mikið í land. Er það mismunandi eftir vikun? Það getur verið það, eftir svona eins og við segjum, hvað margir rauðdagar í vikunni og hvað margir frídagar framundan og það byggist svolítið á því. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn þar sem kastljósun beint að atvinnumálum í Skagafirði. Svokölluð ofurkælingaraðferð var þróuð á Sauðárkróki í samvinnu við Skagann 3X. Sú aðferð gerir notkun ís við geymslu fersks fisks óþarfan. Slíkur búnaður var fyrst settur upp í Málmey SK, skipi Fisk Seafood, fyrir 3 árum. Það sem að gerist ef við kælum þetta svona mikið niður, að þá hægjum við svo mikið á þessu ferli, þessu dauðastirnunarferli, þannig að þetta átak sem verður þarna þegar vöðvinn herpist saman, þetta gerist yfir miklu lengra tímabil. Þannig að þetta svokallaða los, að það á sér ekki stað. Þannig að flakið verður mun þéttara og öll vinnslu nýting í rauninni verður miklu betri síðan í framhaldinu. Þannig að við erum að fá miklu betra hráefni inn í landvinnsluna. Með þessari nýju aðferð er ekki lengur þörf á að hafa meðferðis 50 tonn af ís og að honum slepptum verður vinnan í lestinni miklu léttari auk þess sem ísinn kremur oft fiskinn. Við erum að hlaða orku inn í fiskinn með því að kæla holdið svona mikið. Þannig að við erum búin að setja ísinn innan gæsalappa inn í holdið á fiskinum og þar erum við að geyma orkuna. Aðgerðaraðstæðan er önnur núna borð í Málmeyjunni og hún býður upp á miklu hraðari í rauninni vinnslu. Þetta er slægður fiskur, hann er blóðgár og slægður og þeir þurfa vissulega að temja sér aðra aðferðir og við erum að vinna okkur í átt að meiri svona sjálfvæðingu. Þetta er margra ára þróunarvinna sem er á bakvið þetta. Og bara þessum dæmi þá er eiginlega hægt að segja með til og með sem enginn er bara risa prototípu skip. Þó að gangi mjög vel með í dag þá er þetta er risa verkefni sem að margra ára þróun sem er á bakvið þetta. Þessa vinna. Hvað þarf að koma til? Hvað þarf til þess að þetta gangi allt upp í raun? Það þarf mikla þolinmæði, mjög mikla kunnáttu og þekkingu og iðju bara, en að hanga á þessu, hafa trú á hlutan sem maður er að gera. Og hverju er þetta skila? Þarna er áratuga þekking og reynsla. Já, þetta er skila þessu góðu vörum, myndi ég segja, í dag. Við erum fremstir í þessum geira í dag. Svo er einhverjir svona fylgifiskar sem reyna að fylgja eftir, en það er bara svona alltaf samkeppni. Baldur segir stefnt að því að flytja þennan búnað út. Hann segir að Íslendingar standi á margan hátt framarlega í tæknilegum lausnum fyrir sjávarútveginn. Nýji búnaðurinn borð í Drangey verður pröfukerður í fyrsta túr skipsins. Við setjum þetta allt í gang núna í næstu viku og pröfukeyrum þetta allt inn í landi og stillum þetta og gerum eins og hægt er og síðan er bara að fara í fyrst í pröfutúr og það farið með einhverja 4-5 galla með og sjá hvernig það kemur og síðan strax eftir það er bara full keyrsla. Ertu spenntur? Mjög. Þetta er mjög flottu búnaður, svo segir sjálfur frá, mjög stoltur af þessu. Þetta er rólsinn. Þróunarstarf hefur með árunum orðið æ stærri þáttur í áherslum hjá Fisk Seafood og má þar nefna líftækni fyrirtæki Proteus sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu á lífvirku fiskprótíni úr villtum íslenskum þorski, svokölluðu æsprotein og afurðin sem innihalda það. Hlutverk fyrirtækisins er að skapa verðmæti með því að þróa og markaðssetja heilsuvörur en samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum er þorskprótín einstaklega heilsusamlegt vegna náttúrulegrar blöndu af aminósýrum.
við erum í eigu kröftugs fyrirtækis sem heitir Fisk Seafood og það hefur heldur betur stutt við baki á okkur og það bara munar öllu í svona rannsóknum og þróun að hafa sterkan bakhjarl og við höfum svo sannarlega haft það. Við stofnuðum fyrirtæki sem heitir Protease utan framleiðsluna. Ice Protein heldur áfram að vera rannsóknar og þróunarfyrirtæki og mun koma til með að halda rannsóknum á þessum heilsubætandi eiginleikum fiskpróteinana áfram til þess að bara að þróa þá afurðina eða þetta prótein í ákveðnar áttir, þú veist, þannig að þetta hérna, þú veist, til dæmis getum við þá aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif fiskpróteinsins eða mettunaráhrif eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við getum gert afurðina enn verðmætari. Þannig að hlutverk Ice Proteins verður áfram sem sagt rannsóknir og þróun en fyrirtækið Protease það sér algjörlega framleiðslu hliðina á því sem að þróað innan Ice Protein. Fisk Seafood byggir á mikilli og langri reynslu. Rætur fyrirtækisins liggja allt aftur til ársins 1955 þegar Fiskiðja Sauðárkróks var stofnuð. En hvernig metur framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi stöðu Fisk Seafood í dag? Ég myndi segja að það sé einmitt það sem að slær mann við það sem að Fisk Seafood hefur verið að gera að þeir eru mjög öflugir á mörgum sviðum. Við erum að sjá fjárfestingu eins og þú nefnir í útgerðinni, nýtt skip. Við erum að sjá uppbyggingu í vinnslunni, fullvinnslu afurða, stækkun fiskvinnslunar, kaup á tækjum, nýjustu tækni, flexiköttvélar frá Marel og svo framvegis. Þetta mun auka framleiðni og svona gera fyrirtæki samkeppnishæfara á þessum því sem við köllum kjarnagreinar sjávarútvegs. En svo fyrirtæki mjög framsækið í þessum nýju greinum sjávarútvegs. Eru inn í fyrirtækjum eins og Ice Protein og þessum Protease. Það eru rannsóknir og þróun, það líftækni. Þannig að því leytinu til eru þeir spannaðir rosalega breitt svið sjávarútvegs. Ég myndi telja að öflug sjávarútvegsfyrirtæki að það sem kannski má segja sameiginlegt einkenni þeirra við höfum séð jafnan og stöðugan vöxt þessara fyrirtækja, heilbrigðan rekstur töluvert langt skeið. En líka má aðeins filósófera og segja að þetta eru fyrirtæki sem að þau í raun hafa mikla reynslu þannig að þau þekkja vel fortíðina og kannski hvaða skref þau hafa mistið sig í en líka ótrúleg framsýni hvað mun gerast á næstu árum og áratugum og aðlaga sig að mögulega breyttum aðstæðum og eru byrjuð í raun að keppa strax í dag að því sem að mun kannski verða sjávarútvegur eftir 2, 3, 4, 5, 10 ár. Þannig að ég myndi segja gríðarlega mikil þekking og reynsla á fortíð, úr fortíðinni og síðan þessi framsýni hvað sjávarútvegur morgundagsins ber í skauti sér. Þessi gríðarlega tæknibylting sem að eiga sér stað, þar sem að hugviti verður til hér heima. Að það íslensk þekking sem að byggir upp tæknina í íslenskum sjávarútvegi morgundagsins eða þess sem við erum byrjuð í raun að vinna eftir í dag. Þannig að tvímælalaust að þá það sem einkennir íslenska sjávarútvegi í dag og aðrir líta til. Það þessi mikla bylting sem að eiga sér stað í tækninni annars vegar og svo í rannsóknum og þróun og þar að leiðandi afleitum svona fyrirtækjum fullvinnslu afurðana og annað. Þar erum við alveg einstök. Ef við halda áfram á sömu braut og það ótrúlega jákvætt að sjá það að uppbygging og svona öflug fyrirtæki í sjávarútvegi að við séum með svona sterk fyrirtæki á landsbyggðinni. Og sjávarútvegur stærsti vinnuveitandi allt land og mun áfram verða það. Og það fyrir tilstilli einmitt svona fyrirtæki. Þá þessi 7. þáttur atvinnupúlsins í Skagafirði á enda. Við höfum kynnt okkur starfsemi Fisk Seafood á Sauðárkróki að þessu sinni. Í næsta þætti sem jafnframt síðasti þátturinn í þessari þáttaröð höldum við áfram að rýna í atvinnumálin í Skagafirðinum.